set fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3490 og fyrir okkur liggur dagskrá í 5 liðum. Fyrsta dagskrá eru breytingar í nefndum, lögð fram tillaga S-lista breytingar á skipan fulltrúa í skipulagsráði. Sindri Kristjánsson verði aðalfulltrúi og varaformaður í stað Orra Kristjánssonar. Orri Kristjánsson verði varafulltrúi í stað Ólínu Freystinsdóttur. Orðið er laust. Svo enginn hefur kallað sér hljóðs, þess að geta samþykkt þetta, gefur merki. Það er 11. Koma að öðrum lið. Það er tilnefning í skólanefnd MA og tillaga að tilnefna Helga Þorbjörn Svavarsson og Ólöfu Ingu Andrésdóttir. Orðið er laust. Þess að geta samþykkt það, gefur merki. 11. Það kom að 3. liða dagskrá, það er lögreglu samþykkt fyrir
Ég set á fund í bæjarstjórn, þetta er fundi nr. 3490. Fyrir okkur liggur dagskrá í 5 liðum. Fyrsta mál á dagskrá er breytingar í nefndum, lögð fram tillaga S-lista breytingar á skipan fulltrúa í skipulagsráði. Sindri Kristjánsson verði aðalfulltrúi og varaformaður í stað Orra Kristjánssonar og Orri Kristjánsson verði varafulltrúi í stað Ólínu Freysteinsdóttur. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta, gefið merki. Það er 11. Það er komið að öðrum liða dagskrá, kosning nefnda, tilnefning í skólanefnd MA. Fyrir fundinni liggur fyrir tillaga að tilnefna Helga Þorbjörn Svavarsson og Ólöfu Ingu Andrésdóttur. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kvatt sér hljóð, þeir geta samþykkt það, gefið merki. Það er 11. Þá kom að 3. liða dagskrá, lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarbæ, síðar umræða. Ég ætla að biðja varaforstjórann að taka við fundarstjórninni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Gleymdi ekki grímunni. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er komin lögreglusamþykkt inn á fundi okkur í annað skipti. Ég ætla svo sem ekkert, ég fór vel yfir þetta á síðasta fundi okkar. Breytingarnar, það er að segja, lögreglusamþykktin er svona bara verið að skerpa á reglum hvernig við höfum að hafa okkur hérna í þessum bæ. Og hún er hér komin til annarar umræðu og samþykktar og liggur svo fyrir í fundargerð með, fundargerð fundarins. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir er lokið máli sínu og færi inn eftir stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust sem enginn hefur kvatt sér. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þar sem ég kem ekki til með að samþykkja þessa lögreglusamþykkt, að þá vil ég aðeins gera grein fyrir atkvæði mínu. Máli snýr að fólkvangi upp á Glerárdal og bann á umferð fjarstýrðra loftfara og ég get ekki séð að það þurfi að vera umfram landslög á þessu svæði. Né heldur bann við akstri vélknúinna ökutækja þar sem að rafmagnsreiðhjól geta talist til þess og þar af leiðandi erum við að taka fyrir það að þú megi fara svæðið á rafmagnsreiðhjóli. Ég get ekki alveg gúttirað þetta og bara kem ekki til með að greiða þessu atkvæði. Takk fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta hefur dálítið verið rætt í mínu baklandi og þar hef ég fengið þær upplýsingar að þessi venjulegu rafhjól séu með það litlu afli að þau teljist ekki til vélknúinna ökutækja. Ég heldur bara að koma þessu framfæri. Það er bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þar sem að þetta er túlkunaratriði að þá breytir þetta ekki minni skoðun. Þannig að þegar við erum farin hér frá að þá getur einhver annar túlkað þetta öðruvísi og þar af leiðandi bannað rafdrifin reiðhjól á þessu svæði sem ég er ekki alveg tilbúin að kaupa. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa lögreglusamþykkt, gefið merki. Það eru 10, einhver á móti. 1, takk fyrir það. Þá kom að 4. lið á dagskrá, það er miðbær, uppfærslu deiliskipulags, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Taka niður grímun og finna þetta hérna. Ég vil setja upp gleraugun. Hér er 4. liður
í fundargerð skipulagsráðs, annar liður í fundargerð skipulagsráðs dagsetti 24. febrúar 2021 lögði fram endurskoðuð tillögu að breytingu á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar. Hafa verið gerðar ýmsar breytingar á tillögunni til þess að koma á móts við athugasemdir og umsagnir sem bárust við drög að tillögu sem kynnt voru í desember síðastliðnum. Auk þess sem niðurstaða vindgreiningar hefur haft áhrif á útfærslu byggingarreita, gróðurskipulags og skilmála. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga breytingu á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið leyst. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna því að þessi tillaga sé komin á þennan stað og þakka bæjarfulltrúa Þórhalli fyrir þetta innlegg. Þetta hefur auðvitað verið til umræðu ansi lengi og því fróðlegt að sjá verkefni fara í auglýsingu. Það eru auðvitað skiptar skoðanir ýmsa þætti málsins, en ég held að við séum að ná að fara í einhvern farveg sem allir geti verið sáttu við og finnst mikilvægt að við drifum málið áfram og setjum það í auglýsingu. Síðan getum við rætt öll á einhverjum tímapunkti hvað það sem við erum hrifin af og ekki hrifin af, hvort sem við gerum það í dag eða síðar. En ég allavega ánægð og mun greiða atkvæði með því að við setjum þessa tillögu í auglýsingu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil lýsa ánægju með þessar tillögur sem eru komnar fram og kannski sérstaklega vekja athygli á þeirri viðbót sem komið núna, það að segja greining á áhrifum vinds á byggingarnar og umhverfið þeirra. Ég viðurkenni alveg að ég átti ekki von á að sú greining myndi skila miklu, en það kemur mér á óvart og bara ánægjulegt að sjá hvað svolítill gróður og svolítil breyting á lögun bygginganna, jafnvel bara efnisval í þakskeggi og ýmsu þess háttar, getur haft mikil og jákvæð áhrif, þannig að þetta verður spennandi. Og svo vil ég segja bara almennt að sem hefur reyndar komið fram áður að vinnuhópurinn sem fjallaði þetta skipulag, þar voru að sjálfsögðu margvíslegar skoðanir en niðurstaða hans heildarsamkomulag sem byggir að sjálfsögðu á málamiðlun sem vonandi mun skila okkur fram á veginn. Það eru náttúrulega stóru tíðindin ef við getum núna farið að framkvæma af krafti á þessum reit. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst orðið list ætlaði nú að segja. Það sem enginn hefur kast sér hljóðst, þeir sem geta samþykkt að setja þetta í auglýsingu gefið merki. Það eru 11. Þá komið að síðasta lið á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það vor í lofti og brúnin að léttast á mannfólkinu leið og það virðist vera að rofa til í baráttunni við kórónuveirufaraldurinn. Að venju hefur ýmislegt borið til tíðinda í starfi mínu síðustu daginn. Stærsta einstaka málið á mínu borði síðustu vikunar og raunar mánuðina án efa skil á rekstri hjúkrunarheimila ríkisins. En á ýmsu hefur gengið í viðræðum okkar við Sjúkratryggingar Íslands. Starfsfólk sveitarfélagsins og lögfræðingar okkar hjá Logos lögmannsþjónustu funda nú vikulega með fulltrúum Sjúkratrygginga og þótt ýmsar blikur séu á lofti þá virðist nú sem loks sé komin nokkur skriður á málið. 2 aðilar hafa tilkynnt sig til SÍ og léð máls á því að taka við rekstrinum. Ég hóla bjartsýn á að senn sjáu til sólar í þessu flókna og erfiða máli. Undanfarið hefur átt fundi atvinnulífið í bænum í ýmsum fyrirtækjum sem hér starfa. Miðvikudaginn 17. febrúar ræddi bæjarstjórn við forsvarsmenn Norðlenska og Kjarnafæðis en mikilvægi þessara matvælafyrirtækja fyrir atvinnulífið í firðinum auðvitað ótvírætt og þau undirbúa nú samruna sinn sem vonandi gengur eftir innan tíðar. Þriðjudaginn 23. febrúar áttu við samskonar samtal við fulltrúa úr stjórn KEA. Í síðustu viku átti ég þó nokkra fundi með sérfræðingum og hagsmunaaðilum lagningu ljósleiðara yfir sundið til Hríseyjar. Í ljós kom
að lagning ljósleiðara í byggðakjarnanum sjálfum ekki styrkhæf í verkefninu Ísland ljóstengt, frekar en önnur ljósleiðaravæðing innan hverfa sveitarfélagsins. En við höfum lagt inn erindi til fjarskiptasjóðs að taka upp milliliðalausar viðræður við sveitarfélagið lagningu ljósleiðara frá fastalandinu yfir í eyjuna. Mánudaginn 22. febrúar átti ég fund með Haraldi Líndal Haraldsinni úttekt hans á stöðu og málefnum fatlaðra í sveitarfélaginu, en skýrsla hans liggur nú fyrir og hefur verið kynnt í velferðarráði og starfsfólki velferðarsviðs. Góður rómur hefur verið gerður að þessari vinnu Haraldar. Og það rétt að geta þess að sviðsstjóri velferðarsviðs hefur nú þegar sett af stað búin að tímasetja áætlunum að umbótaverkefnum sem eru unnin upp úr þessari skýrslu. Þriðjudaginn 23. febrúar var ég boðið á fund velferðarnefndar Alþingis ásamt sveitarstjórum annarra sveitarfélaga sem hafa sagt upp samningum við sjúkratryggingar rekstur hjúkrunarheimila. Það var hreinskiptinn og vonandi upplýsandi fundur fyrir alla aðila málsins. Og fimmtudaginn 25. febrúar var ég í hlaðvarpinu hjá Bryndísi Haraldsdóttur alþingismanni þar sem við ræddum norðurslóðamál. Talsverð vinna hefur farið í gerð nýs menningarsamnings við ríkisvaldið og grein sem ég skrifaði í Morgunblaðið miðjan febrúar vakti talsverða athygli. Ég hóflega bjartsýn á orðið verði við kröfum okkar og óskum, en líklega fæst botn í það mál á allra næstu dögum. Loks langar mig að geta þess að sunnudaginn 21. febrúar heimsótti ég Álfheiði Jónsdóttur og færði henni blómvönd frá bæjarstjórn Akureyrarbæjar í tilefni aldarafmælis hennar. Það var afar ánægjulegt og margt skrafaðis í samkomusal Hlíðar. Álfheiður ern og hress, en hún var mikil skíða og útivistarmanneskja á sínum yngri árum og frumkvöðull á því sviði. Takk. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 18. og 25. febrúar, bæjarráð 18. febrúar, frístundar á 24. febrúar, fræðslur á 15. febrúar, skipulagsráð 24. febrúar, stjórn Akureyrarstofu 11. febrúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 12. febrúar og velferðarráð 17. febrúar. Og þessa fundargerði má alla finna á heimasíðunni og ég segi fundi slítið klukkan 16:25. Takk fyrir góðan fund.